Ekki. Herru, það 5. lótan sem heilsar okkar þessum fallega miðvikudegi eins og alltaf, ekki rétt, strákar? Jú, það er alltaf miðvikudagur. Alltaf miðvikudagur. Yfirleitt. Já. Tvöfaldur þáttur þessa vikuna. Fyrir þátturinn er að sjálfsögðu uppbytun fyrir Battle Arena 83. Kominn góður gestur í stúdíóið. Er ekki allir peppaðir að? Mega peppaðir. Mega peppaðir, já. Herru, það er engin annar en Steinar Bergsson. Yes. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Byrjum bara á byrjuninni. Það er Battle Arena 83, fyrsti fightinn þinn. Já. Hvernig leggst það í þig? Bara mjög vel sko. Ég er mjög tilbúinn. Það var að bíða alveg rosalega lengi, þannig að það verður gott að fá að komast inn í hringinn og sýna mig sko. Það verður mjög gott. Er þetta svona eins og jólin? Er þetta svona, ertu bara svona bíða til jólunum? Ég er ekki búinn að hugsa jólin þetta, ég er bara búinn að vera að hugsa þetta sko. Já. Ég er búinn að vera alveg bara... Hvað ertu búinn að vera lengi að undirbúa þetta? Eða þú veist, ekki að æfa MMA heldur bara svona í kampi? Ég átti náttúrulega að fara út í sumar sko á Nordics með strákunum þar. Það klúðraðist eitthvað þar. Svo tók ég bara mánuð þar sem ég æfði aðeins minna og svo er ég bara búinn að vera since then alveg bara 100%. Og það hefur tekið svona litla deload mánuð svona. Já, aðeins svona minka aðeins við mig. Já. Svo er ég alltaf að æfa á fullu þannig að bara bætti ég aðeins við. Þú segir sérst alltaf að æfa á fullu. Hvernig er vikusketsjólið? Það er náttúrulega, ég er í skóla og er að vinna en ég æfa á hverjum degi sko og gera eitthvað svona sjálfur helgar. Svo mæti ég á stíplögðar æfingar. Fæ tvisvar að koma með keppnisliðinu með skóla sko. Já. Það eru hálf 11 alltaf, þannig að passa perfekt sko. Já, ok. En já, annars er ég bara alltaf að æfa. Okay, þannig að þú verður svona jökla svona amatör MMA bardaferli í rauninni, eða svona þú kickstarta svona bardaferli með vinnu og skóla. Já, ég ætla MMA-dóttir ég kemur fyrst sko, með nokkuð drillum skólan. Já. Koma sér gegnum þetta. MMA-ferillin fyrst þetta? Það skiptir mestan máli sko. Er skólinn þá backup-planið? Pappi sagði mér að klára þetta. Já. Það halda mömmu og pappa svona af bækinum hans. Þetta er ekki einu svona backup-planið. Þetta er backup-planið hans pappa. Það er bara málið sko. Það halda foreldrunum góðum sko, segja þessi í skóla. Já. Ertu svona eins og Logi Geirs, svona þú veist, ef allt klikkar, þá verð ég bara læknir. Ég er ekki þannig sko. Ég er bara, ef það klikkar þá vinn ég á veitingastað bara. Já, það er bara þjónin og eitthvað. Það klúðrast ekkert bara. Meina. Hvað skóla ertu í? Ég er í MH. Ok. Valdi hann út að það er nálægt Mjölni sko. Lappa alltaf í Mjölni sko. Er í pásu og eitthvað svona. Er einhver skilningur frá skólanum að þú þurfur kannski að fara á, þú veist, 11-30 æfingar og eitthvað svona? Já, ég tala við einhverja námsráðgjafa og bara dreif mig úr einhverjum áfangum. Já, ok. Þá er ég með gat á þessum tímum. Og náttúrulega líka hádegishpásuna, þannig að ég fæ alveg 2-3 tíma. Já, ok, nice. You gotta respect the grind, sko. Þetta er gott að svona koma þess þannig fyrir. Það er rosa grind, sko. Þannig að það er bara eitthvað, ok, getum við stilt upp þessari stundatöflu, þannig ég komist á æfingar hérna í hóttan. Námsráð ekki ok, let's do this. Já, þá þarf þau að loksins að vinna vinnuna sína. Já, nákvæmlega. Það er eitthvað, sko. Prjóðum eitthvað alveg stundatöflu fyrir þig. Ekki. Þannig að þú valdir MH ekki að því að skólinn er svo töff, bara þannig rétt hjá Mjölni. Já, basically. Ertu þá kannski að vinna bara... skóli líka, sko, en... Já. Er það kannski að vinna á bensinstöðinni sem er á háalætistöðinni? Nei, ég vinna á veitingastæðir enda, sko. Já, ok, ég skil. Það hefði samt verið geggjað. Það eru fínt, sko. Já. Beint við liðina. Ok, það er fýtt skóli samt en þú veist, það er fyrir Mjölni. Það er svona, aðeins, það er númer 2 hjá mér. Já. Þú ert að stefna á að vera atvinnumæður í MMA? Já, definitív. Hvað er gamall núna? 18 ára. Já. Varð 18 ára í janúar. 18 ára. Goddamn kids, maður. Er eitthvað vesen að berjast MMA ef maður er undir 18? Þú veist, var það eitthvað? Sko, ég veit ekki, þeir sögðu allir við mig bíða þannig að 18 ára. Svo átti ég að berjast strax þegar ég var 17 ára, sko. Seint desember það ár sem ég var 17 ára. Svo bara hefur þetta alltaf dottið út. Já. En núna er loksins komið að þessu. Já. Það er alltaf ekki geðið ef það barist áður og fær bílpróf, sko. Það hefur fínt. Já, það hefur geðið. Ég held að það hefur verið yngsti sem hefði kæft, sko. Já. Það hefði gælst á. Það er þetta. En þú ert að fara að mæta einhverjum norsara eða ekki, sem er eitthvað búinn að berjast áður. Hann er svartbeltingur í karate. Já. Hvað heitir hann? Eitthvað Núr? Samir Núr, held ég. Já. Þannig að hann er svartbeltingur í karate og veistu eitthvað MMA, eitthvað hans? Ég held að hann hafi ekki barist áður. Já, hann hefði ekki barist MMA. Finn ekki neitt, sko. Sé ekki neitt, en... Ég meina, svona er ég að debut, þannig ég held að ég reyna að matcha 2 gæja með 0-0. Já. Finn ég ekki það á hann. Hefur einhverjar áhyggjur af þessu svarta belti karate, eða það bara, þú veist, það er bara eitthvað. Bara við svartbelti karate áður og mjög mismunandi. Ég býst alveg að hann væri góður, sko, en
treysti mér alveg til að taka standað allavega, sko. Já. Ertu meiri strækir eða grappler? Ég meiri strækir, sko. Þeir er allavega í liðinu, þeir eru það góðir wrestlarar allir að mér finnst best að halda þessu standandi. En ég treysti mér alveg í gólfinu og þetta lendir í gólfinu þá held ég taka það líka, sko, en bara hvað sem er. Okay. Hvernig ertu í jitsinu? Ertu með eitthvað belti eða? Ég er blátt belti, ég kann alveg jitsu, sko, en bara ég lendi ekki oft í MMA-lótunum, sko. Nei. Það er náttúrulega rosa öflugir glímumenn í Mjölni hérna í keppnisóknum. Já. Þannig ég skil að þú vilja kannski halda standart á móti þeim. Ég myndi ekkert vilja fara í gólfið með neinum að þessum. Það er ég oft, sko, á æfingum þá er ég að ströggla með wrestlingi kannski. Svo mæti ég einhverjum öðrum sem er að koma frá Írlandi eða bara annars staðar. Þá tekið ég alltaf í wrestlingin. Já. Þannig ég hef alveg góðan base í þessu nema bara gæðan eru rosalega góðir. Eins og ég og Mikki náttúrulega svakalegir wrestlarar, sko. Það er náttúrulega gott að vera vanur að fara á móti einhverjum sem eru bara mörgum levelum kannski fyrir ofan í glímunni heldur en sambarilega með maður skilur við. Það er náttúrulega glabba þú inn í hringin og þá ertu vanur að brýna þig á stálinu, sko. Ég sá þið í búrinu, ég kíkti þetta aðeins og fekk að taka upp smá viðtöl og eitthvað. Fyrir það sem hefur áhuga, þá gaf ég út sutt viðtal í morgun á MMA-fréttum Instagraminu, leiðinu búrinu. En þú ást með að taka lótu við Loga Geirs. Og Logi hann var alveg leiðilegur, sko, hann tók þig bara niður. Hann var weightbúlu þetta myndavélum var. Það er rétt. Það er mjög mismunandi þegar við erum að spara. Stundum gengum við mjög vel, stundum næra með niður. Ég þarf ofta að gauge að distance, sko. Það ofta ég ætla að vaða í hann, þá bara grípar hann og tekur mig niður. Stundum þegar ég er of passífur, þá nær hann að stjórna og tekur mig niður þá. En svo er hann alltaf líka góð strækir, sko, þannig að ég get ekkert eitthvað að valsa yfir hann standandi. Nei. Það er rosalega góð glímumæður og wrestlari líka. Hann er rosalegur. Já, en ekki bara með þeim betri á Íslandi í glíminu. Eru margir betri en hann? Kannski 2? Já, hvað, bara Gunni og eitthvað? Kristján og Gunni, kannski. Það er að því að, þú veist, Kristján er náttúrulega weightbully. Ég finnst bara allir sem eru yfir 65 kilo weightbully, sko. Nei, bara ef þú ert, þú veist, 85 plus, þá ertu ekki weightbully. Nei, það er, sko, við erum að tala um fullorðna menn. Já. En ok, leifum því að liggja milli hluta. Já. Það var geggjað. Þannig að þú sér fyrir þér að þú sért að fara að taka svartbelting í karate í fyrsta barnaðinum og þú ætla bara að stræka hann. Bara róta hann í fyrstu, sko. Það er bara málið. Það eru stór orð. Það er planið, sko. Það er geggjað. En þetta eru 3 lótur. Hvernig? Svo ég geti sett pening á hérna. Bara með Fucking DJ. Já. Herðu, það verður eitthvað að borga leiguna í þessum mánuði. Já, það er rétt. En talandi að tippa á eitthvað, ertu eitthvað svona, þú veist, þú fylgir samt UFC og svona? Já. Ertu eitthvað gamla? Nei, lætt alveg vera. Já, ok. Talandi Loga á hann, sko, hann var alveg Hann eitthvað í þessu. Já. En með pappa Pappans er með eitthvað svona veðmála mafíu þarna. Rosalega. Program svona. Já. En hvernig ertu ekki, þú hvernig byrjaði þessi MMA áhugi? Ég var 6 ára, þá byrjaði ég judo. Pappi vildi prófa mig út í því. Ég vildi alltaf fara í fótboltan, sko, en ég fyrst færi út í eitthvað svona. Ég var í því svona 4-5 ár. Svo fór ég í fótboltan í nokkur ár. Svo fór ég í eitthvað svona karate gym eitthvað svona. Svo vorum í svona gi og eitthvað svona. Og þá allir bara fannst mér þetta rosalega gaman. Og keypti mér eitthvað boxpúða og var alltaf út í bílskúr að kýla eitthvað. Og svona eventually hætti ég í fótboltanum og byrjaði bara á fullu þessu. Fann mjög gott gym út í Noregi. Það lítið bara svona gym. Aðeins eldri gæjum. Þeir tóku rosalega vel á móti mér og ég hef ekki hætt síðan. Bjóstu á okkur tímapunkti í Já, í Noregi. Flutti 2012 eða eitthvað. Flutti tilbaka 2020. Þannig að fluttir út 2012? Já. Ok, 8 ár. Já. Hvað er í Noregi? Asker heitir það, nálægt Oslo. Það er eitthvað svona central, sko. Já, ok. Ég ætla að vera strángheðilegur og segja ég hef aldrei heyrt um hann bæ. Nei, þetta er svona frekar lítill bæ en samt svona tengdur aðal. Já, svona stutt í miðbökina. Já. Haldi með eitthvað. Ok, þannig að þú fannst eitthvað gym þar, var þetta eitthvað svona karate gym eða boxing gym? Þetta var svona MMA gym bara. Það byrjaði í boxinu þar. Og var landsmeistari í boxi út í Noregi. Okay. Landsmeistari í boxi í Noregi? Já, svona úlingaboxi. Já, hvaða aldursflokk? Hvað ég var? 15 ára eða eitthvað. Okay. Þannig að það var bara eitthvað norskt landsmóti í gangi og svo kemur einhver Íslendingur og rúlar yfir. Rústar þig. Geðvegt.
kefti tvisvar Já. og næði sinna skiptið og nú rændur í fyrsta skipti vill ég trúa sko. Já, ég trúi því líka. Það sjálfsög. Ef þið hefur eitthvað keft svo í bóksiðin heima? Fekk hann einn amatörbardaga og kláraði hann í fyrstu. Já, ok. Hann gafst upp á stólnum. Svo átti ég að bóksa hann að púla allir út. Það var vesinn sko, þannig að bara hætti ég að fóra fókus á MMA-ið. Þú veist svona fyrir liði? Hefur ekki getað fengið bara icebox-bardaga eða eitthvað? Þetta að tala við Davíð. Ég hef alveg langað að keppa núna sko, en núna var náttúrulega MMA-bardiðin að koma hann að ég gæti ekki farið núna. En þetta væri til að fara á icebox eitthvað. Já, alltaf bóksena á Íslandi er svo sterk sko. Nei, það stækka líka. Já, þetta er alveg svona besta keppnis á Íslandi. Þessu sem getur fengið á Íslandi sko. Getur fengið svo mikið að keppnisreynslu á einu ári í bóksinu. Myndirðu keppa í -75 hérna heima í bóksið eða? Já, ég myndi ekki að kötta neitt mikið fyrir það. Nei. Þá henduðu bara mót Elmari að næsta spás. Já, hvernig verður það? Það er sparað áttu hann sko. Já, hvernig gengur þú að spara móti Elmari? Þegar nú er hann mjög segur sko. Já, ég náttúrulega hef mikla reynslu í bóksinu sko. Mér gengur alltaf, ég myndi ekki segja neitt hérna á landinu, þetta er eitthvað rústið mig í bóksinu sko. Ég treysti mér á móti öllum bara straight boxing sko. Já, hendaður inn með Elmari maður. Já, ég meina það vantar eitthvað. Já, það er alltaf verið að leita það vantar í 75 kíló flokki. Ég myndi alveg mæta sko. Þá er það bara nelgt. Já, nelgt. Davíð. Davíð. Þú til eitthvað póster og póster. Já. Bara byrjum að auglýsa núna fyrir næsta icebox. Það verður ekki að hætta neitt á nú þetta sko. Það er bara í júni og næsta. Svakalega góður sko. Já. Hann er búin að taka líka mörg skref sko. Ég man eftir hann í Mjölnu og hann var alltaf góður. Hann var bara top dog sko. Já. Hann er bara, já, ég held að sé engin almennilega keppni fyrir hann heima. Nú er sko Ísak Gunnar komin í Elite í 75 sko, hann á eftir að gæða sýstir í honum eitthvað eins. Já, ég held það. Finna. Veit ekki. Já. Ég meina, þú veist. Býttu bara sko. Ísak alveg góður sko, en við erum að, there are levels sko. Já. Ég veit ekki, það geta alveg verið. En þú ætlar að keppa það á næsta icebox, þannig að það er bara ákveð. Bara nelt núna, já. Fílað. En þú talar alveg að þú vildir sko taka hvað, 3 barða á næsta ári í MMA? Já, ég er bara eins marg og ég get sko. Já. Ég vil klára þetta amatör dóttir í og vinna og svo bara go pro. Já. Hvað myndir þú helst vilja taka marga amatörbarða áður fyrir pro? Bara 5-6 eitthvað svona. Já. Ef ég náttúrulega vinna alltaf, það gengur alltaf vel, þá bara eins hratt og hægt en bara tekið eins og það kemur. Hvað, þú veist, af hverju er þetta mjög mikið að drífa þig pro? Þú veist, kýtlar það eitthvað í ólbóana eða er það eitthvað? Ég er ólbóðanir, sko. Ég er með John Jones bildið hann, mér langar að... Já, þú langar að poppa nokkuð ólbóða. Og blíkikinn og allt. Og blíkikinn, kattum. Er það bannað í amatör? Það er bannað, já. Ok. Má ekkert leika með það. Nei, það er líka rákjætt. Þetta er aðeins bannið þetta maður, þetta er viðbjör. Þetta er career ending. Sérna Khalil Rountree kikið. Já, þegar hann overstenda hníðan svona mikið. Það var ógæst viðbjöður. Það er viðbjöður. Það var líka svona hann ætlaði með. John Jones er alltaf svona að halda það svona í burtu. Já. Khalil Rountree ætlaði að bara ganga frá hann. Hann gerir þetta alltaf þegar hann reynir þess að blíkja. Þá tekur hann bara og neglir. John Jones gerir svolítið líka, en flestir aðrir nota þetta til að pusha. En Khalil Rountree er alltaf að reyna fótbrot. Hann er líka, hann er bara... Ég myndi næst að kemja móta. Þeir skulda honum pening, sko. Já. Nákvæmlega. Já, það er ekki ekki. Þannig að pro eins fljótt og getur að þú er með John Jones bildið og vilt fá að poppa nokkur ólbóða. Algjörlega. Og nýja. Þú veit, meiri dekk en ég held. Þarf maður ekki að vera pínu dekk til þess að ná langt í þessu sporti? Þeir myndi alveg gera þetta um mig ef ég væri. Já, 100%. Ég held að segja enginn einhver sweetheart. Þú veist, ég held að vinna ekki með þér að vera eitthvað sweetheart. Ég er sweetheart, ég vann bygga. Einmitt sko. Já, þú svona varst að reyna með hann ekki á mikið á meðan þú varst að gera það. Já. Nonni reyndar hendi eitt svona oblique kick sko á mig. Já, ég var að reyna að sparka beint en ég kunni það ekki. Það var ekki gott sko. Sorry. En það er gott, þannig að beint í pro, þú veist, hérna, en amatörferðin, þú veist, ertu heldur þú sér bara sáttur í Battle Arena, langar að taka eitthvað titil þar, eitthvað amatörtitil eða? Ég ætla bara að hlusta á þjálfarana líka sko, ef þeir finna eitthvað þá bara verð ég komin að fluga tilbúin að berjast. Þú er náttúrulega með gott þjálfarteimi í kringu þig, það er bara vantilega Matthew að kenna þig glímu. Já, wrestling. Já, með Gunna og svo hann hérna Luka. Luka, já, hann er fluttur. Er hann farinn? Já, hann kemur með okkur hérna
út í Bretland sko, en svo verður hann svona fram og tilbaka held ég. Já. Hann bara að fara eftir, Króatíu? Já. Er hann eitthvað svona að draga þessu úr Mjölnissópnum með það? Nei, ég held að hann verður í tengslu við okkur stöðut sko, hann er ekki búið með okkur, en þurft að flytja held ég. Já, bara heimalandi kallaði. Yes. Gekja. Hann hefur verið hérna á Íslandi í veðrinu nokkra mánuði. Hann var ekki tilbúin í janúar. Já. Sá ég hvað stefni. Já. Þetta Ballarina promotion, er þetta eitthvað komið til að vera hjá Mjölni eða þú veist, eru þið bara að hoppa milli einhverju promotiona? Ég veit það ekki alveg sko, það var svo góð möguleiki að fara. Já. Við vorum að stefna á 2 kort held ég, þetta var svona, virkaði betur. Það er líka bara gaman að sjá hvernig uppnurherbyggið og hvernig tekið á móti manni, hvernig skipulagið og svona. Og svona áður maður fyrir að negla niður eitthvað. Já, það prófið það nokkru sinnum kannski. Já. En ég veit bara, Reykjavík maðurstrákunni bara elskuðu Kate Steele, bara velkomin fram með það og... Lítur bara vel út þar, sko. Já, þú veist, útsendingin er góð og fætarnir voru góðir og svona. Það er bara þægilegt að vita að hverju maður gengur, sko. Er ekki líka bara mjög, Kimminn finnir sér eitthvað svona bardagasamtök sem þau geta treyst á með bardaga. Þú veist, það verður ekki að flakka á mikið á milli því að þá kannski er alltaf eitthvað nýr sem þú ert að díla við. Að vita, ok, þessi gaur bara, hann er 80%, hann er 80% þessi gaur, hann er ekki treyst á hann. Já, það er líka erfitt að þú veist, og kannski með 4 og 5 sem vilja keppa, þau er náttúrulega Íslendingar sem kom ekki með neina aðdáendur í húsið og svona, það er gott eins og Reykjavík þú veist, það bara gangaði í vísu þau hafa ákveðin pláss þarna, sko. Það er mjög sniðugt. En eins og hérna gæðin sem á Kate Steele, ef við talaðum það skilur við, Íslendingarnir koma samt skilur við, þeir koma alltaf að gefa fight skilur við. Þú veist, það er engin Íslendingar að nenn að fljúa út, taka eitthvað spott og alltaf svo bara henda sér í gólfið skilur við. Verið eitthvað can. Já, verið eitthvað pulsa sko. Þannig að þú veist, og það er, þú veist, eins og við Íslendingarnir getum alltaf svona markaðsett það svolítið sko. Svo nota það svona til að... Eru nú tækifærlegi markaðsending að vera með Íslendinga á kartinu sko. Þú veist, þú getur þá farið þessa vikingaleið í markaðsetningunum, skilur við. Það býður alveg upp á möguleika. Já, einmitt. Líka bara svona, þú veist, verður bara betra þegar maður svona fer á sama staðinn. Fá gesti. From Iceland. They're almost extinct, but they still came. But they still have. The warrior spirit. Já, nákvæmlega. Já, ekki það eftir. En Northampton, er það drauma destination? Ég veit ekki um það sko. Northampton, er þetta eitthvað svaka bæli sko. Er eitthvað fótboltið þannig? Kíkti það var bara eitthvað Northampton FC, Já, þeir eru með Northampton. En það er eitthvað lið þarna. Það er nálægt Birmingham og þar sko. Já, Birmingham eru víst alvöru, hérna, hef ég heyrt, alvöru staður. Alveg skítapleys til að forðast. Já. Ég eftir að hafa svona hort á Peaky Blinders. Ég hef reyndar heyrt góða hlutum Birmingham sko. Já, ég reyndar ekki hort á Peaky Blinders. Ég hef bara heyrt á vinum mínu sem fóru þannig að þeir eru ímsu og annað og þeir eru bara nei, þetta var stórhættulegt sko. Ég fyrir ekki aftur. Það verður komin inn á hótel eftir klukkan 8. Já, sko, þetta eru svona gaurar sem eru, þú veist, ég fór með þeim til London og þeir fóru á okkur underground pokerklub miðjanótt, skilur, og ég var bara ekki, ég ekki séns í sig að fara, svo komið frá Birmingham bara, nei, ekki fara. Ok. En þetta er Sunny Northampton. Þannig að ég sko, mér var svona attitúti í Mjölni pínu svona, og þetta er neikvætt. Varandi bæði Wolverhampton og Northampton. Já, ég hef ekki heyrt góða hluti Wolverhampton. Sko. Já, bara leið og eitthvað eftir Anton og þá var það bara, það var að, þú veist. Hvernig þá, hvað var orðið á götunni, skilur við? Skítabæli. Skítabæli, var það bara alveg þangað? Já, okay. Viktor Gunnars er... Ég hef heyrt svipað, sko. Já, Viktor Gunnars er alveg rosalega þegar kemur aðeins, sko. Ég bara, hvað finnst Wolverhampton? Bara, skítabæli. Ok, Northampton, skítabæli 2. Ok. Wow, ok. Það er rosalega. En þannig að þú ert bara, en þú kemur samt bara með svona opnum hug, þú veist, þú ert ekki búin að gera eina skoðun, en þú hefur alveg ferðast til Bretlands og svona áður, þú veist alveg nokkurn veginn. Ég hef aldrei farið til Bretlands, sko. Hefur aldrei farið til Bretlands? Nei, það verður fyrst getið, sko. Já. Ég hef aldrei farið. En ég er bara svona gaman. Nei, veistu að ég held það, sko. Mér finnst það bara geggjað að fólk sé að fara eitthvað annað en London, Kaupmannahöfn og New York. Já. Það er svo basic bitch Íslendingur að gera þetta. Ég er bara ógeðslega ánægður með það að hafa ekki farið til Englands. Já. En Steinar er ekki basic bitch. Nei, alls ekki, sko. En ertu ferðarfugla? Finnst þér gaman? Ég bara verið í Noregi, Svíþjóð og til Spánar nokkru sinnum. That's it, sko. Það er svolítið dapurlegt, verð ég að segja. Það er dapurlegt. Það er rosalega dapurlegt. Já. Ok, en það er sem bara gaman. Þú munt travel the world sem pro fighter. Setna mér, sko. Búið með skólan alltaf að fara bara alls það, sko.
En þú náttúrulega búið í fleiri en einu landi. Mér finnst það alveg vera travel points í því, út af því að þú veist, flestir ferðast eitthvað í 2 vikur, hitt ykkur 3 ár þjónustu fólk, skilur það lokalinn sem þið kynnast. 3 ár þjónustu fólk. Já, þú veist, einn barþjónn og 2 þernur, það fólk lokalinn sem þið tala við. Þannig að þú veist, þau eru ekkert að ferðast til landsins, þau eru að kynnast túristunum sem ferðast til landsins. Að búi eitthvað. Það er alveg stöf. Já, ég sammála þér. Já, það er alveg. Það er alveg stöf. Við þekkjum þetta hérna, strákarnir. Það var einmitt að vinna í Noregi í 6 vikur einu sinni. Já, 6 vikur. Það var í Bergen, það var rigning allan tíman. Já, það er alltaf rigning í Bergen. Þetta var 6 vikur í Noregi? Já, straight. Bjó í einhverjum gám með öðrum gaur. Þú hefur sagt mér að Noregi, þú lést þetta hljóma eins og þú hefði verið hann í marga mánuði? Já, ég var nýkomin frá Danmörku, ég var þar í 7 vikur undan. Svo fór ég beint til Noregs. Í játbyrningar, eða ekki? Já. Þú lést þetta hljóma eins og þú hefði bara verið hann bara einhver tímabil. Veist, í 6 vikur? Þetta er langur tími, sko. Þetta eru 3 mánuðir að búa í gám með öðrum gaurum að borða ógeðslega mat og vinna 6 daga viku 14 tíma á dag. Þetta er viðbjóður, sko. You tried. Já, ok, herri, við erum alltaf að kynnast aðeins betur og betur, sko. Hann hefur sagt mér svona sögur. Og styrja meir og meir, svona. Já, hann er svona, já, þegar ég var að vinna í Noregi, maður, þá var ég að jafnbindingunum. Það var hardcore. Það var svona, fór eftir hruni, þetta bara 6 vikur. Nonni alltaf svona hungandi í vasanum, mér ekki, það er með meira heiðar. Ég bara eitthvað, nei, ég get ekki sagt fyrir þessu. Það er tími. Fuck, ok, það ekki. Þannig að aldrei farið til Bretlands, þannig að þú ætla bara að koma og sjá og sigra eitthvað normal, eða ekki? Var ekki, já. Jú, normal. Það þarf að taka eitthvað lengra stopp heldur en, þú veist, það þarf bara að fara að berjast, sofa heim. Ég held að við sofum alla, sko, við förum bara í flug beint eftir. Bara fint. Ég er að komast heim og ná Liverpool-leik, hvað sem er. Það er máli, sko. Já, komast heim og sjá Liverpool. Mikilvæg fljúga heim til Íslands. Þetta er bara mikilvæg hlutnir í lífinu, strákar. Ég hef stundu komið svona fótbolta myndlíkingar, þú veist, í þættinum. Þeir eru alltaf bara ekki Hvað er fólk sem hlusta þetta? Það sé eitthvað, það er fótbolta. Ég er bara eitthvað 90% sem hlusta þetta er að horfa fótbolta líka. Og þetta er bara sönnun á mínu máli hérna. Já. Þið eru heppnir að hafa fundið hvern annan hérna. Ég veit það, ég er alveg ótrúlega lánaður. Ég er svona, þetta er mest að sko tíminna bromantík sem ég hef séð í langa tíma, sko. Bæði eitthvað Báðir í Noregi og eitthvað. Já, báðir í Noregi, báðir elskar Ricky Chan, minnum mig. Já, báðir Liverpool-menn. Já. Við erum bara mainstream. Liverpool-peysu hérna, sko. Bara við erum semst bara góðir gaurar, báðir. Augljóslega, við tekum í öll bóksin, nú varst að nefna það. Já, ég var ekki að nefna það. En hvernig hérna asnast til að vera Liverpool-maður? Bara hef alltaf verið, mun alltaf vera. Hvernig byrjaði það? Hvernig ánætti það, veistu? Að horfa Steven Gerrard að tapa, það er svona fyrsta minningin. Já, það var erfitt. Já. Það er erfitt. Hver hélt með Liverpool nálættir? Pabbi. Já, nákvæmlega. Það er fylgdi því, sko. Sko ég er farin að fíla gamla, sko. Ég hann kom þér inn í judo snemma. Já. Og, gerði það púlara. Ég fíla það ekki jafn mikið, sko. Sem gerir þið ótómatist að betri mannesku heldur en til dæmis í United. Einmitt, sko. Ég meina ekkert mikið, en bara svona 25% betri, skilur við, sem persóna. Þú hefur ekki verið ástríðufullur í sem þætti bara. Nei, ég veit að ég er bara svo ánægður að koma með hérna púlara sem er með norska rætur, sko. Erum við að bonda, við erum að bonda. Ég var hann alveg í 5 vikur, sko. 6 vikur? 5-6 vikur, svona. Minkar það. Allt í náttúrulega 5 vikur. Það var alltaf eina helgi og það komið ljós. Það er sko 6 vikur er líka svo alveg 3 mánuðir, sko. Nei, ef þú telur Danmörku með. Já, ef ég tek Danmörku með inn í Noregi. Já, út af því ég fór beint að til. Erum við að tala um mig? Við erum með gest, sko. Hérna, þú ert að mæta Normanni og þú ert sjálfur svona með norska tengingu. Ertu að fara að sitt-tolka á norsku við hann í miðjum bara? Bara í miðju rándi alltaf. Þetta er bara, búm, hafa allir að tala norsku við hann. Er það ekki? Hvað myndir segja við það? Þú bjóðst með Oslo, Jú. Þetta ekki þá með svona góðan Oslo-reim? Jú, alveg. Mæra. Nei. Jú. Hæ, ég heiti Steinar. Já. Anstæðingur er bara, shit, hann er from the streets. Þetta er bara smá fyrir stelpunar sem er að hlusta hérna. Já, norski reymurinn. Ég þekki þjálfaran alveg, sko, þekki teimað, sko. Ég hef verið í þessu gymmi nokkur sinnum. Já. Gamli þjálfaran minn er að fara að lýsa á norsku, sko. Það er alveg svona full circle moment, sko. Hann er að fara að skjóta inn bara eitthvað á norsku. Ég þekkti þennan hérna. Það var bara 10 ára, þá var ég að berja hann í gymminu. En fyndið, mér veit að þetta er svo lítill heimur eitthvað. Já, mér fannst þetta alveg svona merkilegt að heyra, sko. Hann sendið mér skilabóð bara í gær, eitthvað. Hann er að fara að lýsa þessu, það er gaman, sko. Já, það er geggjað.
En það er hrikalega stórt kart. Ég held að þeir hafi lofað ykkur 8-10 MMA 8 klukkutíma MMA veislu með 20 eitthvað bördum og eitthvað. Það er 30 með þessu. Já. Það er ríðilegt. Er það of mikið eða? Mér finnst þetta fint. Ég verði vonandi þetta fyrstu bördunum bara. Já, þannig getur bara ekkert klokkað út og... Ég bara horta á alla bardaðan og ég er pítsu eða eitthvað. Skiptir einhverju máli fyrir bardaðamennina hversu langt kartið er? Ertu ekki bara, byrjar ekki að hita upp alltaf með ákveðnum fyrir bardaðan og... Fyrir mér alltaf skiptir þetta einhverjum máli. Bara hvernig sem er. Bara áhverjandinn sem að þurfa að taka með sér nokkuð skrimsli eða eitthvað. Þetta verður náttúrulega bara til þess að það er enginn að fara að horfa á þetta allt. Þannig að þú veist, að hafa svo marga barda, þú veist, ef þú býrð þarna úti og ert að fara, þá ertu bara að mæti meinkarti og sleppi bara hinu basically. Það er kannski svona það sem að promótorinn tapar á að hafa þetta svona langt, sko. Já, en alltaf sé ekki að gambla á að selja miða, alltaf sé ekki svona allir komið með vini og frændur og mömmur og eitthvað og það fyrir bara með 30 barda, 60 bardamenn. Jafnvel að geta rúlla með honum tvisvar, þú selt á prílum sig. Já, svo skipt út og svo bara eitthvað, ok, mér garda er annar með drullu ykkur út. Já, menn það. Ég veit ekki, ég myndi gera að ég verið með 65 barda á einu kvöldi. Já, kannski, já, það sem bara, það skilja maður. Já, þetta er fyrsti bardaginn, en ég man nú eftir að segja á Indie-klubuna móti Jonna og þá var ég, þú veist að Johnny fyrir okkur náttúrulega er búin að fylgjast með hann maður lengur, maður veit hvað hann er mikill killer, svo sá maður þig og þú svona alveg stóðst í honum og þið áttu alveg frekar góðan bardag þarna. Sko, já, og hversu svona vel finnst þið svona Indie-klub bardagi hafa náð að undirbúa þig fyrir The Real Thing? Bara mjög vel, þetta er náttúrulega gæðar sem ég sparri ekkert við rosalega oft, mæta stundum í mjölnu og svona bara mjög góð reynsla, þetta er líka svona, maður verður að stressaður. Þetta er svona keppnistilfinning, sko. Já. Alltaf góðu gæðir, Jonni er náttúrulega bara mjög góður og þetta er að flotta hluti, þannig að já, bara mjög vel, sko. Þetta Indie-klub dóttir í. Já, Indie-klubið er bara gott. Já, mjög gott. Hvað eru tekið marga svona barda á Indie-klubið? Ég mætt 3 held ég. Ég fæ alltaf rosalega marga barda. Það er allir að berjast að fá eitthvað neitt barda og svo er ég 3-4 sinnum. Já, ég hef ekki alltaf verið góður skipuleggja, sko. Þú veist því, sko. Já, ég skipulegg þetta 2 núna, bara síðast og þar síðast, sko. Ég minna að þú hafi verið þar síðast. Já, þar síðast. Já, það var alveg það versta sem ég upplega, sko. Og bara algjörsteik, sko. En það er skemmtilega núna fá bara allir 3 barda. Já. Maður bara setur út í BXL og þess maður ekki sem það, sko. Þú finnst einhverja góða aðstæðingar líka. Þú veist ekki, Emil Daða, þú headkickaði hann nú, var það ekki? Já, hann var svona fengið svona alveg stóru byssurnar úr Reykjavík MMA til að þess að máta þið við. Já. Og hver er bestu? Þú veist svona, hvernig fannst þér erfiðast að spara? Sparaði við Aron eins og hann kom í mjölni. Aron Leo? Það var mjög gaman, já. Það var mjög gaman. Var það gaman? Mér varst alveg fint, sko. Ég er alveg bara orðið eins og Matador, sko. Það er hann svolítið eins og manni í nöyt, það er að hann stendur frá mig. Það styrir að sjá hann stóra haug, sko. Hann var gaman, sko. Hann er fokker, sko. Hann er... Sá rótauðja þarna, fyrsta próbaldan. Já, svakalegt, sko. Bara þetta. Já, ég væri í salnum að fá hinn trillt. Já, hann lítur alltaf að sprungið. Já, það var bara... Men, veist, Íslendingarnir í hotninu bara að fokkin tóku trillinginn og Bretarnir bara ok, það var geðvægt Helga, þetta var bara kynningarefni þeirra fyrir hann núna, sko. Einmitt, þeir alveg bara, þeir mjólkuðu eins og þeir gátu, sko. Já, það var allt. Svo náttúrulega geggja mómenti hjá okkur á mínigarnum, þú veist, 100 manns bara að hoppa öskrandi og þetta var alveg geggja. Það hitti líka akkurat á þegar að, þú veist, allir voru rosa sónaðir inn á sjónvarpið, þú veist. Já. Þannig að það var góð tímasending. Það er eina leiðilegt við svona ógeðslega langt kart, 30 barda og eitthvað, 8 klukkutíma, er að það er ekki hægt að henda í partí. Já, það er erfitt að henda partí. Já, það er erfitt að vera eitthvað svona, herru, hvað þurfti sérlega lengi? Bara 8 klukkutíma, I get this, 4 íslendingar. Með 2 klukkutíma á milli. Já, nákvæmlega, meðaldali 1 íslendingur per 2 klukkutíma. Þetta er 36 mínútur fight time, belti yfir 8 klukkutíma. Það bara, herru, ekki samþýtt, sem er djöðsvesen. En það er bara eins og það er. Það er bara eins og það er. Veistu hvort að Ballarína sé alltaf með svona marga barda? Bara veit það ekki, sko. Ég held að það sé bara eins og í mánuði eða eitthvað. Ef það, sko. Já, það getur verið. En nú er þú mikill heimsborgari. Það hefur ferðast mikið og sérstaklega í Skandinavíu og Spáni. Hérna, hvað er svona drauma destinationið þitt? Ég veit það ekki, sko. Ef það er svona... Það berist í Noregi var ekki gaman. Heimalandi, sko. Það var veit, sko. Svo bara hvað sem er, skiptir einhver máli.
Hvert myndir þú vilja fara? Jafnvel þá voru ekki verið að berjast þér. Bara þú veist svona destination stað. Króatíu. Já. Fallið til Króatíu. Já, mér langar að fara, ég hef ekki farið henn. Ef við bjóðum það fæti Króatíu, myndur þú bara, yes. Við höfum tengsli við FNC, sem samband í Króatíu, sko. FNC? Það frekar stórt samband í Króatíu. Já, það eitthvað svona Fight Night Croatia. Fight Club Croatia. Ég var til að berjast þar, sko. Já, það var ekki. Er það sem að hann, Lucas Serranja, hefur verið að berjast? Já, ok. Það flott svo. Hann bara partur af ykkar keppnisteymi ennþá? Já. Flutti fyrir, svona, cirka árið eða eitthvað. Rosalega gott að fá hann inn, sko. Professional og hækkaði level alveg. Já. Gott að fá hann. Já, þannig að Mjölnir alveg með svona aðdrúðarafl, þú veist, það að draga að sér. Sýnist það, sko. Já. Komið það ég hérna fyrir hérna Pereira bara það. Já. Með Gunna, þannig að það alltaf að koma svona einhver andlit. Ian Garry og daginn og eitthvað. Þegar þú ert svona í keppnisliðinu, nærðu svona einhverjum kontakt við þess að gauðra? Var eitthvað svona sparr eða var eitthvað svona rúllur eða eitthvað með þeim? Það er stóru nöfn. Já, þegar svona stóru nöfn koma. Ian Garry kom og tók með liðinu. Já. Ég var aðeins meira bara með Gunna. Já. Og bara var maður að horfa á. Já, en það er gaman að fá svona presence, vantilega. Já, það er alveg skrítin tilfinning, sko. Sjá svona í real life. Já. Ian Garry, hann tók með liðinu aðeins og fengum aðeins að wrestla með honum. Mætti nú ekki að sparrið reyndar. Ég var alveg að býða eftir að fá með, sko. Það er ekki erfitt að vera svona gæi. Hvert gym sem kemur í allir bara eitthvað Núna my chance. Allir vilja máta sig við það, sko. En sérðu þú svona eitthvað svona sérstætt í tækninni þeirra sem er eitthvað svona bara next level eða horfum maður á það og er bara þú veist, ég geti gert þetta með smá æfingu. Ég er mjög spes fætir, sko. Alveg shit sjá honum sem að var, þú veist, wow. Ian Garry fannst mér svona rosalega góður en mér fannst mér þess að ég geta alveg challengeað, sko, í wrestlinginu. Ég fekk aldrei að finna út með strækingi, hann vildi ekki spara. Hann vildi ekki strækja? Það þorði ekki. Þetta voru headlineið því Það sögði bara Íslending ógeðslega hóraðan og þorði ekki að spara. Bara nákvæmlega sem hann gerði. Ef að Ian Garry tapar á móti Shockat þá verður maður svona, já, þetta er bara það sem maður farir fyrir. Dodge, farlega með steinari. Hefði þetta að taka möguleik. Hver spáru Ian Garry á móti Shockat? Shockat taka. Já. Shockat er líka að taka góði strækir, hann er alveg solid strækir. Já, góður alls það, sko. Heldur hann verði mikið að stræka með honum, heldur hann stræki smá glíman svo bara. Hann er með svo solid stræking. Reyndar. Bara fer áfram og hvernig var hann mótið Wonderboy. Já, reyndar. Höndlaði allt annað. Mjög skólaður, sko. Alltaf svo tætt. Þeir hafa alltaf sparrað áður, veit ég. Ian Garry og Shockat? Já, séu eitthvað vídeo á þeim töm. Gymminni á Gilbert Burns, svona. Þeir þekkjast alveg, held ég. Já. Svo góðu fætt. Já, þetta er enda geggjað fætt. Ég alveg, takk til að sjá þetta. Þetta er bara helgina 7. Er ekki bara það við? Jú. Áttu ekki að vera Belal og Shockat. Jú. Svo meitti Belal sig. Já, í tanni. Greið. Áttu þér einhver svona uppáhalds MMA bardamenn? Pereira. Pótamar. Minn maður, sko. Þú heldur bara áfram að skora stig hérna, sko. Heiðar áttur að ætla þig eftir hann að þátt. Ég byrjaði á ferlinu, kallið minn. Dóttir mér er alltaf að byggja systkini. Það var fínt að fá þér ákveðar inn bara. Já. Það er uppáhaldið mitt, sko. Mér langar definitílega að fara þar að æfa, sko. Með Glover og Pereira. Það er bara þeir æfa bara í Brasilíu, eða ekki? Nei, þeir eru í Bandaríkjunum, Cincinnati eða eitthvað, eða ekki? Nálægt New York, held ég bara. Það var Cincinnati bara eins og eitthvað ghetto place, því alltaf þegar ég sé Pereira og Glover saman, það veist mér þetta bara verið í einhverju mjög vafasöld. Það er stundum í Brasilíu, en svo verið með eitthvað stærra gym. En þeir eru aðalega lengst þeir í Bandaríkjunum, sko. Ok, shipum þið þangað? Ég ætla að fara þangað, sko. Já. Þannig er svo mikið Noregur. En það er eitthvað eitt högg sem hún getur bara fengið Pereira til þess að fara með þér í gegnum, einhver eintækni. Það vinstri hrókurinn, sko. Já. Svo líka þessi fótarhreyfing og höfuðhreyfing sem hann gerir. Sem enginn annar gerir. Nei, þetta er svo lítið líka. Þú veist, þetta er svo stutt að hreyfinga, sko. Já, þetta er bara millimetra spursmál. Venjulega faraði svo langt frá er einhvern veginn missa tækifærið og svara, sko. Pereira, meðist hann gera svo vel. Hann bara svona. Móti Roundtree, það var bara flott. Sammála. Áfallið. Svo nákvæmur og góður. Það var svona mínútukabli í svona þriðju lóðuna eitthvað sem var bara besta stræking sem maður séð. Fór bara í Shadow Realm En eins og ég segi, það sér maður líka, hann er högginu enda hérna, þannig að hann getur skilað 3 höggum bara strax. Ég þá líka hann fór með hausinn frá
samt nálgaðist hann með lappin þannig að hann svona fór eitthvað svona bara on the side eitthvað og tilbúin strax skilja strax það svo slæmt einhvern veginn þegar menn sko taka bara ógeðslega við það kemur högg og þeir bakka bara 2,5 skrif tilbaka hlaupa í burtu og svo bara ok, nú þarftu svona 3 sekundur til að loka fjallegin aftur það ekki point nei, einmitt það er bara svona búin að missa svo miklu minnu sko það er bara ekkert til spilli það er líka stöð, þannig aldrei að hlaupa eftir mönnum alltaf bara svona stöð já, sammála það er hrikalega flottur herru, ég er með nokkar spurningar hann það svona fyrirfram ákveðnar spurningar kallast hraðaspurningar en þetta er nú oftast hægast í dagskráliður þáttarins þannig að nú byrjum við og við erum 20 mínútur að svara herru, hvaða leikar myndi leika því í Hollywood bíómynd? Sylvester Stallone Arnold Schwarzenegger, gamli Arnold Schwarzenegger eftir nokkur ár, þið er búin að þykna aðeins já, þeir eru með sama bildið svona Kelso, 70 show hann myndi leika mig já þetta er Aston Kutcher lengi gæði já, Aston Kutcher ég rugglaði hver Kelso væri ég held að það væri gaurið sem fór í fangelsundagina ég veit það hver úr The 70's show let's not go there já, hann er eitthvað predator sko viðbjóðslegt predator nei, er það krullari gæðin sem var já, viðbjóðslegt predator hann var eitthvað slæmur sko já, með Scientology og var að loka já, ræðum hana þetta er viðbjóður já, ok, bara þú sko þegar þú segir Scientology, það maður bara dodgy shit sko það er bara ég meina já, wow, þú hefur ekki verið svona silent hann veit eitthvað já, hann veit eitthvað ég er bara búin að lesa mikið þetta og þetta er bara viðbjóður bæði hvað Scientology var að koma í vekk fyrir að þetta kæmi upp á yfirborðið vitandi allt mann og sjálfur að vera bara viðbjóður fucking viðbjóður sko en Kelso Aston Kutcher já, Kelso er flottur bara Sylvester Stallone, segjum pappa það er svona svakalegur Aston Kutcher í þér já, þegar maður segir það, svona sér maður já þú væri svona til í bara eitthvað svona Íslendingur sem að, þú veist, Russia amatörfyrirli sinn, var champion og herfið þurfum ekki að bíómyndum eitthvað Aston Kutcher það var ekki aðeins herru, hvaða lag kemur þér í gýrin? eitthvað með Soundgarden Outshined Soundgarden nei ætla að labba inn með eitthvað þannig ég ætla að labba inn með eitthvað vikinga bara gott fyrir the brand já, ok labba inn með eitthvað World Runa lag sko. ég held þið réttur ég held þessi sniðu með marketing nú bara að vera með eitthvað svona sem hún getur notað til að marka sér já, líka við enda verið með World Runa sko, er það ekki norskt band? jú Einar Selvik já, ekki það, mér finnst það reynda geggjað að halda upp á Soundgarden þegar þú ert 18 ára núna það er trillt sko já, mér finnst það geggjað sko það sýnir svo gott tónlistarupeldi sko ef þið tveir verða að dokka núna því ég væri bara ekkert við erum byrjaðir undir borðinu það er náttúrulega 18 já vonum að Scientology kirkjan kom í með fyrir þetta leik út áttu þér eitthvað svona guilty pleasure annað en að dokka við Heiðar þú veit ekki nei, ég veit ekki það sagði Lói ekki frist eða eitthvað ég fann alveg fyrir því sko. ég er svona sammála sko. svona Vasa-Volgan frist þú veit ekki með það svona búin að geima hann í vasa nei, var ekki þú sagði það þú ætti að setja sko, prófa að setja þrist í vasan bara í svona 3 mínútur í galvanum og svo tekur hann þá hann alveg svona mjúkur þarfti eða ekkert að tyggja hann og getur bara sett hann á tungun og klesta hann upp og drukja hann bara þetta er bara delicious það er gæðaborgari á aktutaktur það er guilty pleasure gæðaborgari á aktutaktur ok, ég ætla að prófa hann shit, laukringur, bacon svaka stórborgari jú, hætt með við þess að allir sé að miskila hvað guilty pleasure er nei, hann er bara guilty pleasure klárlega hamburgara með laukring hvað sagður meira þeir eru bara að tala hvað er gott að borða nei, það er guilty pleasure já Steinar líka bara, hann er atvinnmaður í íþrótt hann er að passa matræðið sitt þú ætlar hann að svindla hann er bara það eru svona út í aktutakti og svona tekur nokkra bita og svona nei, þú rækir því út það er eftir á svona já
Veist það gott guilty pleasure? Hvað hefur þú á móti guilty pleasure? Nei, þú Sko, þú við vilt erum bara fá við erum eitthvað. að leita eftir svörum svona, já, ég hlusta á Britney Spears stundum, til lítill í mér, eitthvað svona. Það er guilty pleasure. Já. Það var bara eftir hvernig karakter, hversu maður þú er. Já, ég held í kampi, í kötti, þá sé hambúrgari fully legit, taktu hambúrgari, klárlega fully legit, guilty pleasure. Ég er að fara út af þetta núna eftir og fá mér hambúrgara til að svona bonda aðeins betur við en það verður ekkert guilty pleasure með mér, það var bara pleasure. Það er alveg saman. Það er ekkert eitthvað svona my body is a temple, my body is a trash can. Við vitum betur. Já, það er bara, það er svolítið það, skilur, en stærnir er going places, þetta er guilty pleasure. Hann finnur fyrir sektor. Ok, en tónlistarlega, fyrst hann nefndi það, hvað hlustar á og ef einhver bíll kemur svona upp að þér, þá lækkar og skrúar upp, skilur. Sko, ef ABBA kemur á í útvarpinu, þá mun ég hækka. Það er bara, þú veist, ég er rockari, en ég myndi hækki upp. En ef einhver kemur við hliðina á mér, hvað skvísur væri í bílnum við hliðina á, myndi ég lækka. Já, skrúa brúður. Það er kannski guilty pleasure. Já, það er mjög guilty pleasure. Ég er samt alveg stoltur að fíla upp. Já. Ég horf á Mamma Mia með mömmu, sko. Já. Ekkert að því, sko. Nei, það er ekkert að því, sko. Það besta sem menn geta gert er að gera hluti með móður sinni, sko. Það er bara... Ég stið það alltaf. Hvernig var það með fóröldrarina? Voru þeir bara, þegar þú bara, mamma, pabbi, ég vil vera með Maffighter. Voru þeir bara, já, við fílum það, við stiðnið allar leið. Eða var svona eitthvað, hvað með höfuðhöggin og svona? Ég man aldrei, sko, ég var alltaf í fótboltanum og var alveg nokkuð góður í fótboltanum. Svo var ég alltaf að kýla í boxpóðum, mér fannst það rosalega gaman. Ég var fann að horfa á UFC og svona. Svo var ég alltaf að koma upp og hvernig myndi eitthvað finnast ef ég færi í MMA í staðan fyrir fótbolta? Þau voru alltaf svona ekkert gaman að vera kildur og svona en svo bara, þau eru alltaf búin að styðja mig samt svakalega. Já, og alltaf vita hann búin að vera boxari og svona. Já, þau styðja mig alltaf 100% sko. Já, það er alveg mismunandi sögur sem heyri sko, það er ekkert allir fóreldrar sem eru game í þetta sko. Nei. Mín er alveg bara, fóru í þetta strax alveg. Með mamma henn alveg tjúna inn og vera bara við sjónvarpið bara dreft hans Hún verður alveg bara peppuð as shit. Feed his children. Svo bara fær hún stákinn sinn heim og þau getur hort á Mamma Mia saman og það er ekki það er ekki hún fær að horfa á strákinn sinn berja eitthvað í köku og svo setur hún skilur story eitthvað saman að horfa á Mamma Mia Ben & Jerry's mamma svona tvær hliðar á sama pening sko maður þarf að vera með svona hina hliðina sko maður þarf að vera tengdur sinni innri konu líka sko sammála já Ert þú mjög tengdur þinni innri konu? Ég er tengdur þinni innri konu. Það er ófyrir. Ég er mjög vel tengdur sko. Já, ég veit, það er svona tengdist í henni bara líka og þá erum við bara, mér finnst það svipað. Mér finnst það sama. Þú er hljómað svo gay. Það hljómar svolítið illa sko. Já, hvað er þú að tengjast minni innri konu? Það er bara svo djúpt á minni að stittra í þína. Bara greip í hana. Hvað er meina svipaður? Ég var ekki myndað hann aðeins. Nei, það farin ekki aftur. Sjá reaction. Já, instant reaction. Það er ekki ekki, þannig að það er ABBA og Mamma Mia og svona, það er allt inn í þessu. Náðu þessu út um mér. Já, eitthvað sko, þegar þú erum pro, þegar þú bara, eða svona komin á 5 barða séugöngu, þá munum við strákunni gera vel við þig. Mæta bara með, þú veist, Mamma Mia, þú fær borgaran svona, þú var bara allt svona. Bara tilbúið. Já, allt tilbúið. Við shippum mömmunni svona líka til þín svona. Allt til alls. Herru, hvað er þitt spirit animal? Hvað á maður að segja? John Rambo. Það er ekki. Animal. Hann er animal. Já, ég geti. Þú voru alltaf að leiðbinna fólki hérna. Hann með svör. Hætt að stinga á svörum. Hann leiðbinna svör. Maður spyr tónlist. Bannað að segja John Rambo. Já, núna er bannað að segja John Rambo. Það bannað að segja allt sem að byggja sningur upp á. Já. Það er ekki bara að segja ljónið eitthvað. Bara svona basic MMA færu svar. Já. Ertu í stjörnumerkinu ljón? Veistu ekki hvað stjörnumerkið er? Hvernig þetta var þér? Aquarius eða eitthvað. Vasperi. Aquarius. Já. Já. Það er nett, þannig að ljónið bara. Já. Það er svona til önnu dýr eins og letidýr og alls konar. Letidýr, stundum sko. Já. Ljón eru töff. Gullfiskunum líka sterkur? Það er sant. Nei, þannig er það ekki. Það var svona svipað að fylgjast með þeim í búrinu. Hvað? Þeir gullfiskar. Þú ert svo, já, þú ert svo leiðilegur maður. Eitt letidýr og eitt gullfiskar. Já. Herri, þið tveir, sko,
Mér líður þessi svona kennari. Ég er svona 2 óþekka nemendur og ég þarf svona að stíga þeim í sundur. Svo nú hætti þið 2. Ok, mamma. Hérna, já, ég ætla nú að spyrja þig þinn uppáhald sem maðurfættir, en það nú búið að snerta því. Það er komið. Já, hérna, hvort myndirðu? Frekar, ekki geta skeint þér sjálfur eða aldrei geta borðað eða matað þér sjálfur? Aldrei geta borðað að mata mig sjálfur. Ég ætla að steina mig sjálfur, takk fyrir. Já, annars eru kannski kallaðar skeinar. Þessi var svakalur. Já, handa, með þess að mér fannst það vond, sko. Það er búin að skrifa þetta niður og hvernig á ég að koma þessu út. Új, hvað er ánægð með það rástar fyrir þetta? Það kemur með 2 svona í hverju þætti. Hvað? Það sem hann lítur upp. Svona feitletra maður er svona you didn't, you motherfucker. Nei, þetta var ekki, ég var ekki með þetta. Þetta var allt spunnið eftir eiranu. Því miður. Vonum bara að þið fyrir aldrei... bara, shit, skeinar, það passar vel. Nei, ég stal þessum spurningalista af Emin Kaldri eða eitthvað sem kom inn eitthvað í podcastið og ég svona endurnýtti. Já. Þetta er svona spurninga. Þannig að þú myndir alveg vilja láta mata þig. Já, staðan fyrir að láta steina mig, held ég. Já, það er fínt. Ég held að það sé betra. Já, ég held að ég myndi kjósa það saman. Það er líka auðveldar að láta fólk gera það, sko. Með þetta erfitt að láta fólk gera hitt. Ég var svona, gætur aðeins. Það væri óþægilegt. Smá skrýtna spurningu, en... Það væri svona þægilega og svona gætur mata skýrin í mig. Já, ég myndi óska þess að þú myndi eitthvað biðja með að mata skýri. Þú getur svona leikið mér að því að missa svona rétt fyrir fram munnina. Svona það klistið á kinnina. Já, oj, þú ekki þessi að dotti líka. Hver þarf óvinni þegar maður, þú veist, á vinni svona. Svona vinni hérna. Herru, þetta voru bara kortislangar hraðspurning. Bara óvinni snöggar svona með að við þeim. Já. Aldrei fyrir störf, sko. Já. Það lengjast alltaf aðeins, sko. Hefur þetta ekki því? Nei, ég við stöldrum aðeins lengur við hverja spurningu sem ég reyndar hatt ekki. Það verður þægilegur og þægilegur. Já, það er bara... Já, það er bara fínt, sko. Já, ég veit. Erum við nú þá stutt í kosningar? Ertu pólitískur, eða? Ég er ekki droslega pólitískur. Hvað ég að kjósa? Atkvæðið mitt er laust. Það er ekki eitthvað nýtt. Þú má bara ráða. Sósíalista bara. Sósíalistana? Ok, nice. Já. Allt. Ég man ekkert hvað þið standa fyrir, eitthvað allt ókeypis fyrir alla eða eitthvað. Sósíalistar gera það, já. Er það ekki bara jöfnuður? Er það ekki jöfnuður? Þeir trúlega, ég skal trúlega vilja þær evruna út af því að þeir venlegur sósíalistar, glóbalistar líka og vilja fara inn í svona milliríkja samninga. Ég kann ekki svona stór orð, allt svona samningar og glóbalistar og eitthvað. Samningar er það er stórt orð núna. Það er stórt orð. Þannig að þú ert ekkert úrslega pólitískur. Það komið kostingar í það, náttúrulega 18 ára. Já. Ég ætla að vera til Breitlandi, þannig að ég verið að fara að kjósa morgun bara. Já, rétt. Hlakkar ekkert eitthvað til að setja eitthvað, X við eitthvað? Þú ert klálega að fara að setja X við sósíalista fyrst þú ert að ráðstafa mínu atkvæði þangað. Já. Það er svona, mér finnst bara gaman af svona markasetningunni í kringum pólitík, sko. Ég er svona með smiðjuflokkun alltaf með svona íslenska hestin alltaf. Já, það geðveikt. Íslenska hestin og norðurljós. Viltu svona bíða eftir að komu og setja íslenska hestin í ullapeysu? Já. Wow. Já. Ámyndi ekki á það. Nákvæmlega. Það er eina sem þurfa að gera. Og hengja sláturkeppi í hálsinn á honum og þá var maður bara, já. Þetta er íslenskt. Þarna smá hrátt takk í rassansunum. Já. Í næsti. Og svo bara svona, þetta er XM. Maður svona XM. Það hljómar svo húnt. Og bara glötuð markasetning. Já. Gaman að þessu. Þetta var mitt rann. Þetta var ekki, sorry Steinar, ég að taka að þér hérna þrumina. En það eru sósíalistar, sem sagt. Bara... Gott. Það er ekki nýjir, eða? Jó, eru nýjir. Það er sósíalistar og er ekki lýðræðisflokkurinn líka nýjir? Sama pakki alltaf. Já. Það er engin munur á kúk og skít, sko. Nei, þetta er alltaf saman. Stjórnmálamenn eru bara stjórnmálamenn. Sem eru í Ameríku. Já, törræðum. Þetta er svipað hérna. Bara fleiri flokkar. Já. Þeim, sammála. Hvað finnst um Trump? Það er stórt í spil. Það er bara að fara að áta með það. Já, núna. Finnst þér ekki pínu geggjaður? Fyrir bandaríkjumenn er þetta örugglega shit.
það bara skita Já. En fyrir heiminn, öll þessi stríð og allt þetta shit Hann minnka, ég held að minnki myndi það kannski minnka með þessum trúð Það alveg spurning Hann byrjaði ekki stríð, var hann ekki fyrst í Bandaríkjaforsetin bara síðan fyrir Clinton sem byrjaði ekki stríð Jú. Hann getur fengið svona leiðtoga annarra landa til að setjast niður hann eini gæinn sem að þú veist, geti sest niður með Norður-Kóreu og eitthvað svona Já, hann svona bandaríski Ástrós Magnússon Já, hann vinnur alltaf einhvern veginn Já. Hann allavega, þú veist, hann eini Bandaríkjaforsetin sem ekki, þú veist, óvinnur Putin, sko Þannig, Er það gott? Já, fyrir heiminn það klárlega gott Að þessu bara einhverjur Nei, bara það sé ekki óvinnur Biden hringdi aldrei í Putin, ekki einu sinni Ekki eins og ekki einu til að heyra hljóð ekki til að ertu til í að hætta ráðast Úkraínu nei ok, þá bara höldum við áfram ok, bye. Ekki einu sinni þetta, það var ekkert þannig að við viljum það ekki sko Nei. Já, gaman að þessu, það var góð svona pólitískur útidúr það var erfitt að já, ég ætla að reyna að veiða eitthvað upp á þið sko, en það kynnti svo í Heiðari ég fór bara yfir símtalskána og Joe Biden bara ég alltaf að þið Steina, hvað hefur að gera við íslensku strákana sem allir með hnífa á sér í dag? Davíð kom inn á flótaluti bara hendaði öllum í MMA-matjum og ekki læra eitthvað maður gagnar þeim svona það er náttúrulega bara ferlegt sko. þú voru ekki að fara neyri í bæ og það er bara, ég kann að slást og geta alveg treysti mér að taka nokkra í einu en þegar allir eru með hnífa þá bara þorir maður einhver það má svo lítið út að bregða það sko bara vestnar líka þannig það er fælegt allir ætti bara að henda þér í þú með að hvetja fólk til að mæti MMA-gym og æfa box, æfa glímu æfa alltaf, þetta er mjög humbling shit sko þannig já, sammála svo ok, mér finnst líka pínu ef þetta er eitthvað svona beef að fyrir í gang þú og eitthvað gaur og tekur upp vopn, þá ertu bitch mér finnst það bara maður getur ekki alltaf farið þar sko nei, bara þú veist hafa þetta svona, þú veist, auðvitað og mætir á svæði með hníf, þú ert náttúrulega ekki droslega mikill maður en þetta er pínum bitch en ég meina, þú mætir bara, þú veist ég er náttúrulega ekki í þessu, ég held mér bara heima að horfa á Simpsons sko þú veist það er aftur líka að vera þannig að, þú veist ég er ekkert, þekki þetta ekki droslega vel en ég sé náttúrulega fréttinar og það hræðilegt sko finnur eitthvað fyrir þessi kringu en nú ertu ungur, þú veist finnur eitthvað fyrir að þetta sé svona menning sem eitthvað, þetta sé í lægi og það ég mann þegar ég var úrlengur þá var ekki í lægi að vera með eggvopn skilur niður í bæ þá sé maður bara úrlengar með hnífa bara í stræt og það er bara allt er lægi eitthvað inn og þetta er fáránlegt það er keysið, en maður kannski bara taka stræt og fyrir utan MH og það er bara eitthvað hníf þú bara maður leika sem er hníf í bekkinu eða eitthvað maður ánæglega að hringi í lögreglu en það bara er farið að vera norðum mitt eða því alveg keysið bara ég held að, mér sýnist það alveg það er skrítið það er galið hvaðan kemur þetta? Hvenær byrjaði þetta? Já, ég skildi Mér finnst þetta nýlegt en ég er náttúrulega fertugur þannig að það getur vel verið ég sé ekki alveg með putan á púlsinum síðustu 20 árin sko. Aukin harka í undirneimunum, það er vel skapnar Já, Davíð er að tala um það þetta að koma strákunum bara inn í gym Ertu sammála því? Ég held það sko, það sé bara alveg rétt Já, það bara maður sér gæði að koma inn í gym sem eru þú veist svona töffarar og halda þér ætla bara að sigra heiminn og berja alla og vera lamdir bara í 1 mínútu og þá bara shit þetta er alveg stöf þannig að það er svo humbling og maður fattar einhvern veginn meira svona úr hverju þú ert þannig definitely bara þetta ít undir að fá fólk í þessu gym og Reykjavík Mjölnir og Davíð, alls konar bara Finnst þér auðvelt að finna þér góða fyrirmyndir í gymminu, þú veist, í Mjölni? Já, mjög svaka flott ekki Gunni náttúrulega aðal fyrirmyndin sko, en svo kemur maður innan og það eru fullt af gæjum og yfirþjálfarinn í kickboxinu Július og Aron toppgæjar sko mjög falt sko Ég held að það sé svolítið það sem vantar það er bara að hafa aðgengi í að vera náinn góðum fyrirmyndum sem þú lítur upp til ég held að það sé bara það er svo mikið fjarlægð á milli góðra þekktara fyrirmyndaorðið og ungs fólks þú veist þegar ég var krakki þá var þetta bara lið í Breiðablik og það æfði bara klukkutíma undan mér þegar ég var að æfa fótbolta það voru fyrirmyndina mínar núna er þetta allt komið út í heim og þú veist þú ert í yngri snertingu það skiptir svolítið var svona minni heimur þá og fannst þér hetju í hverfinu það er svona gym culture gott sko þess að leiði svona baldagym þú veist maður sér þess að gæða þú veist ég var fyrst að mæta og sá ég Gunna og ég var alveg bara shit þú veist ég labbaði inn fyrsta skipti og bara skoða gymma þá kom Gunni
spurði hvort hann geti aðstofað okkur eitthvað og ég alveg bara, holy shit, þetta Gunni. Starstruck. Svo, þú veist, svo bara maður að sjá þetta fólk alltaf, þannig að þetta mótiverandi og þannig já. Hvernig tilfinningin þau svona þegar Gunni fyrir búrið og svona, verður þú stressaður svona eins og þetta sé strákurinn eða? Fyrst var ég náttúrulega, já, þegar Gunni að keppa sjálfur. Já, þá náttúrulega, ég hef alltaf orðið stressaður sko, en núna þetta öðruvísi þekkjan svona. Verður það meira stressaður eða minna stressaður? Ég veit bara öðruvísi stressaður? Ég treysti að hann myndi bara vinna alltaf. Hann er svolítið síðan að barðist, þannig að... Já, hann er alltaf síðustu barðanir, hann var rústaðallur. Já. Það er bara... Já, þetta er bara, já. Þannig að nánast eru tæjar að þessu gauðra bara. Já, ég meina hann er að berðast við, þú veist, síðustu töpunum, Leon Edwards og Gilbert Burns. Bara tveir bestu í heiminum, sko. Já. Vorum við sem bara nokkuð close, sko. Já. Ég var í Köpen, mér fannst Gunni vinna Gilbert. Já. Ég ætla bara að segja það. Það hefði alveg getið dottið með hann. Ég meina, hann var í Mánta og Leon Edwards, þannig að ég lókið, sko, líka. Já. Ég mynd, bara Gilbert, Edwards var splittir season, það ekki? Jú, 5 lótur splittir season, það ekki? Það var 5 lótur. Man ekki? Nei, hann var 3 lótur. Ég held að það verið 30 lótur. Manna þessi samt. Ég held að ég held að þetta hef ekki verið co-main, en ég held að það hef ekki verið komnar 5 mínútna co-main, þetta er svo langt síðan. 5 lótur. 5 lótur co-main, það hef ekki verið byrjað á þessum tíma. Þetta var ekki Masvidal á móti til, þetta var sama kartu það. Já, þannig að Gunni hefur verið co-main. Það rótaði til hann. Já. Það er svo langt síðan. Já, ég man eftir því, ég var í salnum þá. Ég er ógeðslega óheppinn þegar ég fer og eldi Gunna, sko. Ég er alltaf tvisvar, saman á móti Ponzi Nimbio í Skotlandi og á móti Leon Edwards. Alltaf var að berja hann líka. Já, hann var að berja hann líka. Djúvel þetta pirrandi maður. Ponsaði það? Já. Það er shit. Ég er að segja það. Gotta hate that guy. Sko, það voru svo 2 Argentínumenn í salnum og maður bara, ég er fuck ykkur svo mikið. Já, það var mjög gaman. Þannig að það er, þú veist, gaman að fá að læra á honum. En þú veist, hver myndur segja að hefur svona kannski kentir mest, þú veist, maður kannski, þú veist, hvað er í ferðin, hitti Gunna og var svona, shit, þetta er Gunni. En svo kannski svona er einhver annar þjálfari sem maður svona kannski svona ledjar á einhvern eða svona maður svona festir sig við og hann hefur svona mest áhrif á mann. Fyrst var það Hrólfur, hann var kickbox-þjálfari í Mjölni. Já. Það var mjög vel saman með honum og hann kenndi mig fullt að shiti, sko. Já. Svo seinna meir var það bara Lúka yfir þjálfarinn. Já. Tók mig svona undir vænginn og kenna mér alveg hellinga shiti, sko. Líka með Lúka var mjög svona, þú veist, persónuleg æfing, þú veist. Hann bara var að vinna í geiminu þínu fyrir alla, þú veist. Það var ekkert bara alltaf einhverja hóp svona, og meira svona persónulegt, þannig að mikla athygli og... Já, þannig að þú manns bara í svona, hann var að vinna í svona ákveðnum hlutum bara í þér. Já. Til að koma, já. Auðvitað æfum við saman alltaf og erum að gera suma æfingar og svona, en það er aðeins meira persónulegt svona. Já. Ég hef heyrt mjög góða hluti hann sem þjálfara. Ég ætla að fara til Króatíu og æfa með honum 100%. Já. Þetta er bara besti þjálfari sem að... Já, definitely, sko. Já, af því ég hef heyrt sko að þessi besti þjálfari sem að einhver hefur verið með, skilurðu, og ég bara ok, þannig að með hann hefur fyrst að vera svona þetta uppi, sko, þannig ég svona spáði hvort allir séu bara hands down besti þjálfari sem til er. Já, fyrir mér alltaf. Já, mikill missir. Já, en svo náttúrulega verður hann alveg með okkur lengur, sko, og svo höldum við áfram að æfa undir prógraminu hans, þannig að það er búið með hans kannski, sko, en hann verður í Breitlandi allavega, eins og ég sagði. Já, en verður hann í hótinu þínu þá? Já. Hver er ferðast með þér út? Það er Gunni, hann kemur með, allir sem er að teppa og kemur Lúka held ég degi setna, kemur eftir weigh-innið. Já, ok, já, en þið fljúið með Gunna bara? Já. Já, cozy. Það var fínt. Já, hvenær fljúið? Fimmtudaginn. Já, fimmtudaginn. Snemma á fimmtudaginn. Já, hljóðum vel. Það er svo gott að taka föstudaginn í svona aðeins aðlaðast og eitthvað. Já, og ég geta loksins. Hvað er alltaf að gera? Það er ekkert aktiv taktu þarna, þannig að þú veist hvað... Nei, bara Nandos. Viktor er alltaf að tala um Nandos. Þeir eru hann spenntur, sko. Já. Nandos er bara að verða frægasti veitingastæður í Breitlandi á Íslandi, sko. Ég veit að það verði eitthvað overhyped, svona. Já. Ef þú mæti og þetta bara eitthvað bland shit. Ég sá einhvers stað að selda Nandos sósu. Svona kjúkling. Já. Gæti verið Netto. Ég var að pæla. Netto var alltaf með eitthvað. Já, ég var að pæla. Ég sá eitthvað Nandos-drasli í Costco um daginn, sko. Já, var það kannski í Costco sem sagði. Það geta alveg verið. Já. Það er sko svona Nandos-vefja, kjúklingavefja með píri-sósu og hérna halloumi-osturinn í forrétt. Fucking geðu. Ég er bara að fara svo oft á Nandos í Doncaster þess að ég er bara, þú veist, maður fer við selinu, bara trash matselinu, sko, bara þetta er það, stildrast, þetta er geitinn. Bara þetta. Já, þetta er bara, sko,
Halloumi-osturinn bara eitthvað Góður. Já, þetta er bara eitthvað bull, sko. Þetta er geðvögt. Ég held að það sé ekki fleiri spurningar frá mér í bili. Ég er búinn með allan listan minn. Eða eitthvað sem brennir á ykkur stakar. Já, sko, mér langar bara að vita hvernig ég á að fá leigupenningi minn fyrir desember. Ég er búinn að eyða öllum penningunum í jólagjafir. Þannig að ef þú getur bara sagt mér hvernig allir barðaðinni minni fara á laugardaginn svo ég geti byrjað að vinna í þessu, þá máttu bara gera það núna. Ég ætla allavega að róta hann bara í fyrstu. Róta ekki fyrstu hjá þér, ok, ég er að skrifa þetta. Svo veit ég ekki meina. Það er ekki bara nóg eða? Jú, ok, róta ekki fyrstu. Ég ætla ekki að tala fyrir hinn. Nei, ég bara hugsa hvernig maður að fara með kreditið sem maður á Við henni. sjáum þetta einfallega heldur. En róta ekki fyrstu, mér líst vel á það. Málið, það er markmið allavega. Annars bara, hvað sem þetta fer, þá mun ég vinna. Já, myndur þú kjósa að róta ekki fyrstu meir en að fara með þetta leið, sko? Þegar sko, sumi segja eitthvað svona, já, var fínt að fara alla 3 lótunar af því að þú veist, reynsla. Ef við erum að dóminera náttúrulega, þú veist, 3 lótur, það væri gaman. En ef við erum að dóminera, þá veit ég að klára hann. Já. True. Það er enda satt. Þú myndir ekki eitthvað svona leikar að hann með eitthvað svona... Ég mun alveg reyna að klára hann bara eins. Ef það er vangar, þá fer ég eitthvað spectacular spinning shit. Bara fá ykkur auðvitað. Spectacular spinning shit. Ég fíla það. Það fengið að velja svona eina tækni til að enda bardagan á. Hvað væri það? Sko, ég var að horfa á John Jones, Daniel Cormier bardagan. Og hann fór í eitthvað svona question mark kick. Það bara er picture perfect. Ég langar að, ég með svo hraða fremri löpp. Ég langar að hendi eitthvað hann í shit. Getur þú vippað í headkick bara á fremri, eða? Já, bara eins og jab, sko. Steinar, það er geðveikt. Spurningamerkis spörkinu líka geðveikt, þau eru svo flott, sko. Ógeðslega flott. Negla 2 bodyshot fyrst, sko. Þá fer hann niður með hendina. Svo bara búff. Alltaf líka svo lágvaxinn, þannig að það er ekki að tegja mig, sko. Þið spara við Július hérna, 30 metra þýska tröllið. Þannig að ef við erum ná að sparka í hausinn á honum, þá ætti ég að sparka hennan gæði, sko. Hvað er svona go-to submissionið? Guillotine. Þú Og langar hendur, sko. Já, þú ert guillotine meinu lífinu. Svo var ég alltaf í triangulinu áður fyrr. Það var þetta í Nóri, þá var ég alltaf triangulgæði. Hún er ég komin í guillotine, sko. Standandi guillotine. Já, það er svona fucking hávaxin. Með hæðin og... En lappirnar er náttúrulega góður í triangulinu líka, sko. Já. Þess maður ekki mjölusmenn vera ógæslega góður í triangul. Já, það er alveg... Þetta er góð tækni að vera snöggur að skjóti, sko. Já, bara allt í hennu bara. Þetta er líka surprise að gæða sinni. Það er eitthvað, ok, ég er komin á top, ég er safe, og svo bara... Já, og svo eru bara ótrúlega margir sem gera það, að fara að reyna að losa sig með einni hendi og þá er náttúrulega geðveikt að geta bara rifið í hausinn og skellt í þriðningin, sko. Þetta er mitt hvítbeltingamúfi mitt, sko. Bara, hvað, ég er býnið fastur hérna, kannski ég tek bara eina hendi og íti hérna niður og niður. Geðveikt mikið vesen. Já, gott mál. Hérna, ef við kannski bara slá botnin í þetta, eða? Já, ég er búið með mínar spurningar. Já, bara kósi, hérna, Steinar, ógeðslega gaman að fá því þáttinn. Já, takk fyrir að hafa mig. Já, takk fyrir að koma. Ég hlakka til að hérna, þið eru fastir með mig í ferðinni. Það verður bara gott. Já, vonandi. Þannig ég flýði líka snemma út á 5. daginn. Veit ekki hvort sem er saman flugi eða hvað. En vonandi, svo ég geti verið svona dokumentað allt, tekið myndir og svona. Róða þessari kameru framan í ykkur, alveg stöðut, alla ferðina. Þið fáið kannski eitthvað nálgunarbann eða eitthvað á mig, ég veit ekki. En það var bara gaman. Aftur heim á sunnudaginn. Þetta er, hérna, það var á sjálfsögðu livestream. Já. Þannig að þeir sem hafa áhuga geta fylgst með 5. lótunni eða maðurfréttum, það verður alltaf upplýsingar þar. Eða jafnvel bara Instagraminu þínu. Já, ég posta öllu. Já, þú postar öllu þar. Þannig að við sjáumst bara aftur, vikuliðinni. Nei, við erum með annað þátt í dag. Við erum annað þátt í dag. Já, við erum farið að taka annað þátt. Við erum með UFC og Icebox og... Það er eitt og annað, sko. Það er ógeðslega mikið að taka. Faglegt róttök á Icebox. Við erum að tala það flott. Meinu þetta. Já, ógeðslega flott, sko. En það var hérna... Það var debatt í kringum þetta, sko. Það var ekki allir saman. Þetta er náttúrulega ekki... Nei, Hafþór og Íbra, sko, þeir skella saman þarna. Í einu knockdownu á 3. Já, en sko, dómarinn túlkar þetta sem högg og telur yfir honum og svo bara faraði beint aftur og hann slæði hann niður. Íbra átti náttúrulega að fá tíma til að jafna sig eftir headbuttið. Þetta er svolítið svona svarti blettur á þessum sigri, sko. Já, en við förum að yfir það í næsta veginn. Svarti rólir og svarti blett. Og ef við segjum fyrir það podcast. Ok, það var flott róttök. Já, þetta var flott. Þetta var geggið hjá hann. Maður þurfti alveg að sjá út úr ákveðnu angle til að maður sæi þetta væri
höfuð clash en alveg þetta slá hérna kröfunum í hófa og þess að dómara þeir sjá ekki allt sko. Já, þetta líka bara hvernig hérna Sævar stóð og svona og þetta meika allt saman sens En við erum að ræða þetta í næsta þætti fyrir þá sem að vilja hlusta á okkur rífast um þetta Já, takk Steinar fyrir bara að etja saman hérna bara að byrja Já, bara áðurinn ég fer og alltaf kveiki í Gangi hrigalega vel á laugardaginn hlakka til að fylgjast með þér og hérna fjallum þetta allt saman í næstu viku Takk öllum fyrir að hlusta og sjáumst næsta